Nei, já, það rétt. Það hafa verið gerðar breytingar á dagskrá. Við ætlum að færa lið 6 umræða húsnæðismál ungs fólks með fötlun. Já, ertu að biðja orðið? Umræða húsnæðismál ungs fólks með fötlun. Við ætlum að færa 7. lið upp til umræðu núna sem annan lið. Já, og Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi frummælandi. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarfulltrúar, að byrja á því að gera það sem ég gleymdi áðan, en það að óska nýjum forseta til hamingju með forsetaembættið og óska henni alls velfarnaðar í störfum. En já, hér þá komið að umræðu húsnæðismál ungs fólks með fötlun. Ástæða þess að við báðum að þetta yrði sett á dagskrá sú að bara undanfarna daga hefur málið verið mikið til umræðu í fjölmiðlum, eins og þið öll hafið eflaust orðið vitni af. RÚV greindi til dæmis frá því að biðlistar hefðu nær tvöfaldast frá yfirfærslu þegar horft á ungt fólk, og þá erum við að tala að biðlistar eftir búsetuúrræði eða íbúðum. Núna eru 168 á biðlista eftir húsnæðisúrræði og þar af stærstur hluti með þroskahömlun, en það sá hluti hópsins sem þarf mestu aðstoðina. Þá hefur fjölgað árið 2011, þá var þessi hópur 75 manns. Þannig við erum að tala að uppsafnaða þörfin orðin ansi mikil. Og ég veit alveg að það verið að vinna, við höfum samþykkt hér neyðaráætlun í búsetuúrræðum, en hún næri ekki nema til hluta þessa hóps. Hún næri til hópsins sem þarf í raun og veru að vera inn í sérstökum búsetuúrræðum, en ekki til þeirra sem í raun og veru fara þá í gegnum almenna kerfið, þurfa í raun ekki húsnæði sem sérstaklega byggt með þarfir fatlaðra í huga, heldur geta bara búið í húsnæði, bara almennu húsnæði, en þurfa hins vegar mikla stuðningsþjónustu. Og þetta verðum við að fara að horfa mikið svona alvarlegar á og taka á með miklu betri hætti en hingað til hefur verið gert. Og mér langar að rifja upp tillögu sem við höfum nú verið að leggja fyrir í velferðarráði, eða leggja til í velferðarráði alloft. Ég held að ég sé búin að leggja hana fyrir svona 3 sinnum í einhverri mynd. Hún gengur ansi langt, en hún gengur ansi langt vegna þess að þetta skiptir öllu máli. Þetta skiptir öllu máli fyrir nákvæmlega þennan hóp. Og það að fólk, við eigum bara ekki, og það eiginlega svo skrítið að við gerum það einhvern veginn á þess að fara í aðeins smá, svona í gegnum smá hugsunargang með það. Og það að finnast það bara allt í lagi að fólk fá ekki stuðningsþjónustu, fá ekki þjónustu sem styður það við að lifa daglegu lífi. Bara fá ekki stuðning við að athafna sig í daglegu lífi. Mér finnast þetta svo mikilvæg þjónusta að ég skil ekki af hverju við meðhöndlum þetta hana ekki eins og við gerum með til dæmis bara þann rétt á að sækja menntun, þann rétt á að fá fjárhagsaðstoð, þann rétt á að fá húsaleigubætur og svo framvegis, þann rétt á að fá þjónustu í grunnskóla. Við eigum ekki bara ekki að hafa það bara á blaði að fólk eigi að bíða á biðlistum. Mér finnst það bara ekki hægt. Og það nú liðin, ég veit ekki, 1,5 ár eitthvað, síðan held ég tillagan leit fyrst dagsins ljós, og ég ætla að leyfa mér að lesa hana. Þessi tillaga var fyrst lögð fram 25. júní 2015
í velferðaráði og af okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og hljóma svo með leyfi forseta. Lagt til að velferðaráð samþykki þau eðlilegu mannréttindi að ekki sé hægt að synja fólki stuðningsþjónustu á sama hátt og farið með bundna liði eins og fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur. Frá og með næstu fjárhagsáætlun taki það verklag gildi. Nauðsynlegt að endurskilgreina ramma sviða borgarinnar út frá þessari forgangsröðun. Þetta þýðir auðvitað talsverða vinnu og talsverða endurhugsun, en hún nauðsynleg og eðlileg. Hún bara eðlileg. Það kerfi sem við rekum nú stenst enga nútíma kröfur. Það hefur ekki staðist tímans tönn og það ekki bara ekki eðlilegt að við látum fólk með slíka þarfir bíða á biðlistum. Það bara ekki eðlilegt. Ég veit alveg að félagar mínir í velferðarráði eru sammála, en enga síður hafa þau ekki samþykkt tillöguna. Þau hafa hins vegar vísað inn í fjárhagsáætlun, til dæmis fyrir fjárhagsáætlun fyrir árið í ár, en það var ekki hægt að sjá á þeirri fjárhagsáætlunargerð að neitt hefur breyst til batnaðar. Það kom auka fjárveiting inn í stuðningsþjónustuna, en það breytir ekki neinu eins og þið sjáið. Við erum ennþá með þriðjung allra þeirra sem eru með eða þurfa stuðningsþjónustu hjá Reykjavíkurborg á biðlistum. Þetta bara ekki eðlilegt. Þannig að við hljótum að vilja leggja okkur betur fram og því langaði mig til að bara taka þessa umræðu hér upp aftur, því að þetta húsnæðisumræða nákvæmlega fyrir þann hóp sem býður mest og ungs fólk sem í raun og veru fellur ekki undir þörfina sem verið að svara með neyðarúrræðunum sem velferðarráð hefur verið að samþykkja. Þannig að við þurfum að fara að skilgreina upp á nýtt og vonandi getum við rætt að fara að horfa öðruvísi til þessara þjónustu þátta með einhverju alvöru, ekki þannig að vera að vísa sér til að frá og segjast vera sammála og svo gerist ekki neitt. Þetta vel hægt, það þarf að forgangsraða, þetta verður alveg erfitt, ég get alveg viðurkennt það. Við erum tilbúin að taka þátt í því. Þetta bara svo mikil grunnþjónusta að okkur finnst mjög eðlilegt að við færum bara í dálítið mikið erfið til þess að bæta kjör fólks. Það líka einhvern veginn þannig og það nú, við höfum Reykjavíkurborg hefur auðvitað verið að taka upp nýja stefnumörkun í hvað varðar húsnæðismálin og þá ég að tala bæði uppbyggingu úrræða, nú erum við ekki lengur í því að byggja upp sambýli, við erum ekki að fjölga sambýlum, þjónustan farin að breytast og auðvitað hefur stefnumörkunin breyst, hins vegar verið framkvæmdir og aðgerðir eru svolítið eftir á. Við erum ekki ennþá búin til dæmis að ákveða, það liggur ekkert fyrir það hvernig við ætlum að meðhöndla umsókn einstaklings sem að sækir félagslegt húsnæði vegna fötlunar. Einungis vegna fötlunar, ekki vegna félagslegs vanda, heldur vegna fötlunar. Nú gerir öll stefnumörkun ráð fyrir því að fatlaðir geti bara sótt sömu þjónustu og aðrir að sjálfsögðu og að við svona drögum úr því að vera byggja sér úrræði, heldur að bara við höfum almennan pott og fólk sækir Þarna vantar alveg inn og þó að maður hafi rætt það oft og kallaði eftir því, þá hefur þetta ekki enn litið dagsins ljós, það hefur ekki enn litið dagsins ljós hvernig á að meðhöndla slíka umsókn, hvernig á að meta fötlun gagnvart félagslegum vanda. Nú eru þetta þá að fjölga og stækkað sá hópur sem hefur í raun og veru rétt á að sækja félagslegar íbúðir og við höfum ekkert fjallað það. Þetta þarf að fjalla og það er alveg ljóst þegar maður sér ár eftir ár að ekkert tekst að eiga við vandan, hann eykst frekar en minnkar og ég held að það er bara, nú er tíminn, við bíðum ekkert lengur,
Við erum búin hér búið að samþykkja stefnumörkun, það búið að svona uppfæra stefnur og aðgerðaáætlanir, en nú þarf að fara að fylgja þessu eftir, koma með reglurnar, fara að skilja að uppsöfnunin heima hjá foreldrum, þetta heima hjá foreldrum ungs fólks með fötlun, vegna þess að þetta þögull hópur. Hann stendur ekki út á götum og gargar að hjálp. Það virkar ekki þannig. Það vakti líka athygli reyndar þegar að fjalla var að Reykjavíkurborg væri með eitthvað svona viðmið að ungt fólk í raun og veru var ekki svona afgreitt fyrir við 24 ára aldurinn. Ég meina það auðvitað, við vitum það alveg, ég held að börn búi nú heima hjá sér alveg, ætla sé ekki eitthvað meðalaldur að búa heima hjá sér til 24 ára, ég veit það ekki, veit ekki hvernig það í dag, en svo virðist Reykjavíkurborg horfa á að það sé kannski ekki þörf á að fara virkilega að taka umsóknirnar alvarlega fyrir en á þeim aldri, sem þýðir að það vissulega verið að og nú leiðréttið þið mig ef að þið vitið betur, en 18 ára auðvitað aldurinn sem við eigum að vera miða við. Það 18 ára þegar barn verður 19 ára, eða þegar barn hættir að vera barn og verður fullorðið 19 ára, þá bera foreldrarnir ekki lengur skyldu gagnvart barninu samkvæmt lögum. Þannig að auðvitað hljótu við að þurfa að horfa fyrr til fjölskyldana sem að dekka í rauninni þjónustu þörfina fyrir borgina heldur en við gerum í dag. Það væri gaman að heyra hvað þið fulltrúar meirihlutans hafið þessi mál að segja. Mér fannst þetta slá mig mjög illa að sjá að við höfum verið að væflast með þessa tillögu inn í velferðarráði lengi. Okkur hefur fundist að það sé mikill skilningur hjá fulltrúum meirihlutans að þeir vilji í raun og veru ganga þessa leið, en ég skil þá ekki af hverju þau gera það ekki. Af hverju tillögunni vísað inn í einhverja fjárhagsáætlanagerð og svo kemur ekkert út úr þessu. Engin vilji til þess að fara að ræða þetta af ykkur alvör? Ég myndi vilja svona fá að heyra hvernig þið hafið séð fyrir ykkur að vinna á nákvæmlega þessum vanda. Byrjum allavega svona. Takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Sigurður Björn Blöndal. Nei. Sveinbjörg Birna SBB. Fyrirgefiði, það Ilmur Kristjánsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, það byrjaði að því ég glemdi því líka áðan og óska til hamingju með nýja embættið. Ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara byrjaði að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að fjalla þessi mál og það voru margar spurningar sem eða svona vangaveltur sem að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kom með og ég ætla nú svona aðeins bara að byrja á því að fara yfir landslagið eins og það blasir við í dag. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar rekur 58 heimili fyrir 340 íbúa víðsvegar í borginni. Heimilin eru fjölbreytt, ýmist með eða án sólarhringsþjónustu og áhersla lögð á að koma til móts við óskir og þarfir íbúa eins og kostur Sértæk húsnæðisúrræði sem standa til boða fyrir fatlað fólk í Reykjavík eru mismunandi en að ræða sambýli, íbúakjarna með eða án sameiginlegrar aðstöðu og búsetu endurhæfingarheimili. Í dag eru 168 manneskjur á biðlista eftir sértækum búsetuúrræðum, bæði með þroskahamlanir og skildaraskanir og geðfötlun. Þar af eru 64 í þjónustuflokki 1 með litla þjónustuþörf, 47 í þjónustuflokki 2 með meðal þjónustuþörf og 46 í þjónustuflokki 3 með mikla þjónustuþörf.
og 11 í biðlista eftir búsetu með stuðningi. Í vor var samþykkt í borgarráði 330 milljón króna aukafjárveiting til að koma til móts við miklar þarfir í búsetuuppbyggingu. Það hafði sýnt sig að sú uppbyggingaráætlun sem var við lýði til 5 ára dugði ekki til að mæta þörfinni. Nú blasti við neyðarástand í þessum málum. Neyðaráætlunin fól í sér 3 viðbótar búsetukjarna, 1 til bráðabirgða vegna tafa í uppbyggingu á Austurbrún og Kambavaði sem voru á fyrri áætlun og 2 varanlegir til viðbótar. Með þessari áætlun og þeirri sem var fyrir verða til 29 nýjar einstaklingsíbúðir í kjörnum á næsta ári. Þetta veruleg aukning og kemur til með að hafa áhrif á alla þjónustukeðjuna. Það að segja þessir 29 einstaklingar sem nú þegar fá mikla þjónustu í öðrum úrræðum flytjast í íbúðakjarna, losnar pláss í skammtímavistunum, í stuðningsþjónustu, í formi beingreiðslusamninga og svo framvegis. Og þetta mun létta á allri þjónustukeðjunni og bæta þjónustuna enn frekar við þá sem þurfa að bíða lengur eftir íbúðakjarna. Af þessum 168 sem á biðlista eftir sértækum búsetuúrræðum eru nú 64 í þjónustuflokki 1. Það að segja sem þurfa litla þjónustu. Það mat ráðgjafa á þjónustumiðstöðum að sirka 35 af þessum biðlista séu færir sjálfstæða búsetu með stuðningi. Í fyrra kom út metnaðarfull skýrsla vinnuhóps út frá kjarnaþjónustu sem snýr að því að skapa umhverfi og aðstæður til að hjálpa fólki og hvetja það í litlum skrefum til sjálfstæðrar búsetu. Þá fær fólk þjónustu heim til sín út frá nærliggjandi íbúðakjarna eða stuðningsteymi frá þjónustumiðstöð. Þannig gæti einstaklingur til dæmis fært sig úr kjarnaþjónustu í út frá kjarnaþjónustu, eins og þegar hefur verið gert og gefið góða raun. Þannig einstaklingur studdur til sjálfstæðs lífs. Í nóvember fáum við nýja og uppfærða uppbyggingaráætlun og þannig komum við kannski inn á framtíðina og hvernig við tökumst á við vandann. Þá fáum við nýja og uppfærða uppbyggingaráætlun ásamt tillögum hvernig best sé að mæta þessum hópi sem treystandi í sjálfstæða búsetu með stuðningi. Og við vonum að þetta svari einhverjum spurningum Áslaugar Maríu, borgarfulltrúa Áslaugar Maríu Friðriksdóttur, hvað í deiglunni og já, að þarna bæði með þessum 3 nýju kjörnum sem opna næsta ári, þó að þeir séu allir fyrir þyngsta þjónustuflokkin, þá losnar mjög mikið í þjónustukeðjunni og sem kemur til með að hafa áhrif á alla þá sem að bíða. En auðvitað það slæmt og það auðvitað eins og kom fram í fréttinni sem var eða umræður fréttinni í Speglinum, að biðlistar hafa tvöfaldast frá yfirfærslu og það meðal annars rakið til þess að þessir einstaklingar sem eru núna á biðlista eftir búsetuúrræðum með litlum stuðningi voru hreinlega ekki inn á biðlistum fyrir yfirfærslu. En eins og ég sagði áðan, þá eigum við von á tillögum í nóvember með nýrri búsetuuppbyggingaráætlun hvernig sé best að mæta þessum hópi. Hvort að það séu félagsbústaðir sem kaupi íbúðir og það séu þá mönnuð teymi út frá búsetukjörnum þannig að þetta fari í sérstakan úthlutunarflokk frá félagsbústöðum en líka hvernig hægt að kannski hjálpa þeim sem nú þegar eru ef að það ekki gert, í sjálfstæðri búsetu á eigin vegum, í eigin húsnæði eða á almennu leigumarkaði. Annað sem Áslaug María, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir minntist á var þetta sem ég lét út úr mér í viðtali með 24 ára viðmið sem ég var nú aðeins misskilin með og ef ég á að segja hreint út þá var þetta nú bara eitthvað svona sem ég greip frá fjármálastjóra á göngunum og ekki einu sinni viss að hafa haft rétt eftir honum.
En það sem hann var að tala að því ég var að spyrja hann hvernig svona áætlanir væru gerðar og hann segir, þú veist, kannski miðað við að fólk almennt eða sé í heimahúsum til 22 til 24 aldurs. Þegar ég svo hitti fréttakonuna upp í Efstaleiti sagði ég þetta svona í samtali okkar á milli og hún spurði út í fréttin, þannig að ég var svolítið óviðbúin en reyndi líka að leiðrétta hana þar. Að það ekki verið að tala úthlutunarreglu, heldur kannski einhver viðmið í útreikningum almennt. En það sýnir sig alveg að við erum náttúrulega að reka einstaklingsmiða þjónustu og það mjög misjafnt hverjar þarfirnar eru. Í þessum kjörnum sem við erum að opna á næsta ári eru ungmenni sem eru allt frá 18 ára upp í 24, ef ég man rétt. Og við rekum 2 heimili fyrir börn til að mynda. Þannig að þetta ekki bundið við aldur úthlutunin heldur þarfir. En kannski má gera betur í þessum útreikningum og við fáum að sjá það í nóvember hvort að við séum í betri málum í framtíðinni og vonandi kannski til lengri framtíðar. Annað með félagslegu íbúðirnar og biðlista, nú eru ný lög húsnæðisbætur og þau taka gildi áramótin og því hefur nú svolítið verið beðið eftir til þess að geta aðskilið þessa biðlista eftir félagslegu húsnæði og sérstakar húsaleigubætur. Þannig að þeir sem eru að fá sérstakar húsaleigubætur frá sveitarfélaginu séu ekki inn á biðlista eftir félagslegu húsnæði. En þetta þarf að hanga saman í dag. Þannig að þá gefur kannski skýrari mynd á þörfinni eftir félagslegu húsnæði þegar þetta komið í ljós. En ég þakka bara annars fyrir mig. Þá hefur Ilma Kristjánsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að kalla fólki í fullum nöfnum og titli. Hún Áslaug María Friðriksdóttir hefur beðið andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar. Já, það kom nú alveg vel fram í ræðu borgarfulltrúa Ilmar Kristjánsdóttur að það búið að vera að horfa mjög mikið á sértæku búsetuúrræðin og búið að gera neyðaráætlun og fjalla mikið þau. Auðvitað líka verið að skilgreina og svona undirbúa það sem við munum kalla þjónustu út frá kjarna, minni mig að heitið verði eða sé orðið, sem mjög gott og það auðvitað alveg þannig, ég skil það alveg þegar það bætist við sértækúrræðin þá gæti eitthvað losnað í allri keðjunni. Hins vegar alveg gríðarlega mikill þrýstingur og ég held að þetta sé alls ekki nóg. Ég held að þetta sé bara alls ekki nóg. Svo langar mig líka bara að greina frá því að bara þegar maður talar við foreldra og þegar maður talar bara við fulltrúa hagsmunasamtakana þá það sem þau segja bara við berum ekki traust til þjónustunnar. Við berum ekki traust til þess að fá þau svör og segja jú, komið þið bara barninu ykkar fyrir í húsnæði bara á almennu leigumarkaði eða eigin íbúð eða því fólk getur ofta tíðum redda sér og auðvitað að hvetja fólk til þess að gera það og tryggja þá vera með traustan stuðning. Þannig að fólkið treysti því að einstaklingurinn fái þjónustuna inn og að einstaklingurinn sé öruggur. Hann sé í öruggu umhverfi. Þetta ekki til staðar í dag. Þetta það sem bæði hagsmunasamtökin og foreldrar tala að vanti. Það sé bara mikill skortur á. Það þess vegna sem meðal annars við leggjum fram þá tillögu að borgin standi bara upp og bara ákveði við ætlum ekki
lengur að hafa stuðningsþjónustu, búsetustuðningsþjónustu þannig að það sé hægt að vera biðlista, henni á bara að fylgja fjármagn eins og við getum með aðra liði, eins og grunnskóla. Ég skal bara taka aftur til máls. Takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að veita ansvar, en andsvar hefur beðið Ilmu Kristjánsdóttir borgarfulltrúi. Ilmu Kristjánsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita ansvar, svara ansvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að svara aðeins borgarfulltrúa Áslaugu Maríu Friðriksdóttur með stuðningsþjónustuna. Við erum einmitt, eins og þú segir, öll sammála að þetta er svona grunnþjónusta sem verður að vera í lagi, og við höfum þetta með að gera það bundnum lið, held ég að hugnist öllum í rauninni. Það er bara einhverja svona flækjur með að aðskilja liðveislu, stuðningsfjölskyldur og eitthvað svona sem er alveg satt. Kannski þarf bara að fara að skoða þá vinnu meira grundigt. En þessu var vísað til fjárhagsáætlunar og það var veitt auka fjármagn inn í stuðningsþjónustu af því að þetta er mjög nauðsynleg þjónusta. Og núna liggur fyrir tillaga á næsta fundi velferðarráðs sem á eftir að fara í skoðun hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna til þess einmitt að einbra á því að þetta er mjög mikilvæg þjónusta og léttir á fjölskyldum og allri þjónustu í kerfinu. Já, þá hefur Ilmur Kristjánsdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari, en á ný hefur Áslaug María Friðriksdóttir beðið andsvar öðru sinni. Forseti borgarfulltrúar, já, ég ætla bara að þakka fyrir svarið. Það er nú eins og ég vissi, ég held að við erum bara frekar nálagt í hugsun með það hvernig við myndum vilja sjá þjónustuna þróast. Eins og það finnst mér bara vanta að bara setja áhersluna á það að leysa þessar flækjur, bara í eitt skipti fyrir öll. Ég veit það er erfitt, ég kom að því hérna strax í upphafi að það er erfitt, það er flókið og það kostar það að það þarf að taka upp þessa venjulegu ramma það hvernig við deilum fjármagni niður á svið. Það getur vel verið. Núna er það hins vegar svo, við stöndum á tímamótum, við höfum talsvert svigrúm vegna þess að bundnu liðirnir sem eru auðvitað bundnir af því að við þurfum að veita á samkvæmt lögum og við þurfum líka að veita þetta samkvæmt lögum, við höfum svona annan öðruvísi hátt á því. Þá finnst mér að það sé opnast tækifæri á gluggi til þess að gagngera breytingar á þessu. Hættum bara að líta á það sem bara leyfilegt að setja fólk á biðlista eftir stuðnings við athafnir daglegs. Hættum því bara. Og mér heyrist borgarfulltrúi Ilmu Kristjánsdóttir vera alveg sammála á því og ég bara fagna því og mun halda áfram að pöngast í málinu þar til að bara við samþykkjum þetta. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við sitt annað ansvar og þá svarar öðru sinni Ilmu Kristjánsdóttir borgarfulltrúi andsvari Áslaugar Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er samt eitt sem kannski gleymist líka í svona umræðu, það er manneklu-vandamál og það er erfiðleikar við að ráða því það hefur alveg sýnt sig að þó að fjármagni sé til staðar þá gengur illa að ráða í stuðningsþjónustu. Þess vegna höfum við meðal annars erum við að skoða þessa tillögu að hækka greiðslur til stuðningsfjölskyldna sem hafa verið í lágmarki, en þetta kemur líka inn á þessi umönnunarstörf og manneklu almennt í þau og sem er auðvitað vandamál og við getum ekki horft fram hjá því, en það þarf að taka þetta inn í myndina. Þá er andsvari lokið en Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að gera stuttu athugasemd. Forseti borgarfulltrúar, þetta er bara alveg nákvæmlega, þetta er bara alveg mjög góð athugasemd hjá borgarfulltrúi Ilmu Kristjánsdóttur. Það er þannig að við búum við manneklu og við þurfum að sjálfsögðu að vinna því líka, en við getum ekki. Við getum komið alls kyns úrræði á móti. Við getum látið fjármagn fylgja þörf
Nú ef ekki okkur tekst að ráða fólki, þá getur vel verið að einstaklingunum takist það, en við höfum ekki að láta getuleysi borgarinnar bitna á þjónustu við þá sem hana þurfa. Þá telst andsvörum og stuttum athugasemdum lokið og næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar. Mig langar að byrja á að þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að setja húsnæðismál fatlaðs fólks á dagskrá. Ég held að þetta sé mjög brýnt mál sem er full ástæða til þess að ræða hér í dag, sem oftast. Stefna Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk byggir auðvitað á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem nú hefur verið lögfestur eftir langt ferli á Íslandi. Og í stefnu Reykjavíkurborgar kemur líka fram að fólk eigi að hafa tækifæri til þess að velja sér búsetuform og velja með hverjum það býr. Og það hefur ekki tekist ennþá hjá okkur eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fór hér í gegnum og því miður eru stór hópur Reykvíkinga að bíða eftir því að fá eignast húsnæði. Og fyrir því eru auðvitað margar ástæður eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir kom inn á, en þetta snýst líka að stórum hluta viðhorf og ákvarðanir sem við höfum tekið. Og ef við horfum bara stutt aftur í tímann, þá þjónusta við fatlað fólk, hún á sér ekki langa sögu í rauninni. Það er ekki fyrir miðja síðustu öld sem eru sett upp hæli fyrir fatlað fólk, þar sem fatlað fólk átti að fá þjónustu, en þjónustan felst fyrst og fremst í því að fjarlægja fatlaða fólkið úr samfélaginu, loka það af og passa að það ylli sem minnstum kostnaði fyrir samfélagið og fyrir það ófötluðu og sem minnstu ónæði. Fólk var jafnvel sannfært að afhenda börnin sín nýfædd og þau voru lokuð inn á hælum eins og Kópavogshæli sem við þekkjum vel hérna. Þjónustan var í rauninni öll á forsendum ófatlaðra og því sem var þægilegt fyrir ófatlaða. Og þjónustan á þessum stöðum var alls ekki góð og margir segja að þetta hafi í rauninni verið eins og fangelsi. Fólk kom þarna inn, átti enga persónulega muni, var í fötum sem voru saumuð á staðnum og allir eins, 6 sváfu saman í herbyggi, fengu að fara út í garð, ekkert annað. Þau voru beitt miklu harðræði, bundin niður, lokuð inn í litlum rýmum, fengu ekki að borða, fengu ef þau hegðuðu sér einhvern nátt ekki eins og átt að gera og það er ótrúlega margt sem hægt að segja sem hvernig var komið fram í fatlað fólk fyrir svona stuttu síðan. Við erum að tala fyrir 60 árum síðan. Ég ætla ekki að fara að tala eitthvað ofbeldi eða að tennur hafi verið dregnar af fólki án deyfinga og eitthvað svoleiðis. Þetta er mjög stutt síðan. Síðan áttaði samfélagið sig á því að þetta var ekki gott og þá auðvitað fyrst og fremst vegna þess að hagsmunasamtök fatlaðra og fagfólk eins og þroskaþjálfar fóru að berjast fyrir því að fatlað fólk fengi þjónustu. Það væri einstaklingar eins og aðrir annað fólk. Það ætti rétt á kennitölu og lífi eins og aðrir. Og þjónustan færðist. Það var farið að búa til sambýli. En að stórum hluta þá færðist þjónustan inn á heimili fólks. Fólk gat ekki hugsað sér að láta einstaklingarna sína eða ástvini sína á slík heimili sá hryllingur sem fór fram á þessum lokuðu stofnunum lifir í samfélagi fatlaðra og margir hafa ekki getað hugsað sér heldur að ættingjar þeirra að fara inn á svona herbergjasambýli eða nokkurs konar sambýli og en það þurfa heldur ekkert allir sambýli. Það þurfa ekkert allir að fara í búsetukjarna. Þannig
að eins og þjónusta við fatlað fólk í dag, þá hann á stórum hluta á forræði fjölskyldna fatlaðra. Og þar hún yfirleitt þangað til að fjölskylda fatlaðra kannski ræður ekki við það lengur. Við erum auðvitað ennþá að byggja íbúðakjarna og við erum að reka herbergjasambýli og þú séum að reyna að afnema þau og við erum að veita stuðningsþjónustu, en þar eru langir biðlistar eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir kom inn á. Og ég bara ætla að taka undir það að við þurfum bara að hugsa þetta ferli alveg upp á nýtt. Við erum ekki þar að við séum að loka fólk af, en við erum samt að gera það því við erum að samþykkja að fólk sé lokað af heima hjá sér. Við erum að samþykkja að fólk geti ekki unnið einhvers staðar eða fara í skóla og það eru mjög margir fatlaðir einstaklingar sem sitja bara heima hjá sér og hafa bara mjög lítið fyrir stafni. Af því við erum í rauninni að leyfa þeim að vera á biðlista eftir því og það er mjög skaðlegt. Við erum með uppbyggingaráætlun og neyðaráætlun eins og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir fór vel yfir. Ég held að húsnæðisvandi fólks með vægar þroskahamlanir séu sko bæði, þeir eru bæði vegna þess að við erum ekki að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa. Af því þetta eru í rauninni þessir tveir hópar, annars vegar hópurinn sem að þarf sérstak búsetuúrræði og mikla þjónustu og heimili sem að henta kannski þessir íbúðakjarnar. En svo ennþá stærri hópur sem að þarf í rauninni ekki slíkt. Við höfum ekki kannski veitt þann stuðning sem þau þurfa til þess að geta búið sjálfstætt. En það eru líka fleiri atriði og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við skoðum mat fyrir félagslegt húsnæði, leiguhúsnæði, þannig að þessi hópur eigi möguleika á því að sækja félagslegt húsnæði og fá félagslegt húsnæði. Og ég fór inn á vef Tryggingastofnunar og þar kemur fram að fatlaður einstaklingur sem fatlaður frá fæðingu og getur ekki aflað sér neinna tekna fyrir utan þær bætur sem hann fær. Hann að fá 185.000 krónur á mánuði í ráðstöfunartekjur og af því þarf hann að halda sér uppi á mánuði alla ævi. Hann ekkert að fara að gera neina stórkostlega hluti á almennum leigumarkaði. Hann ekkert að fara að kaupa sér mikið af íbúðum eða án þess að fá stuðnings til þess. Fólk bara, það ein af helstu grunnstofum þess að fólk verður fyrir fátækt eða ekki grunnstofum en einum áhættu þáttunum félagsleg einangrun, það fötlun, það það að vera ekki á vinnumarkaði, þannig að fatlaðirinn tikka inn í mörg bóks þar. Ef við miðum við að húsnæðiskostnaður eigi að vera 20–25% af ráðstöfunartekjum, þá þýðir það að fatlaðir getur borgað svona 45–50.000 á mánuði í húsnæði. Og við erum heldur ekkert mikið af félagslegu húsnæði sem þar. Þannig að við þurfum líka að hugsa þetta öðruvísi og við þurfum líka að vera með einhverjar möguleika á húsnæði þar sem fólk getur sótt Þannig að fólk geti fengið þann rétt, í rauninni samkvæmt lögum Íslands heimilið löghelgur staður og við erum í rauninni að svipta fatlað fólk því að það á ekki heimili. Þannig að mér finnst að það sé í rauninni bara óraunhæft að búast við því að fatlaður einstaklingur sem ekki á ríka ættingja, því að margir eiga það og margir bjarga sér, eins og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir kom inn á. Margir bjarga sér og það frábært og það ekkert út af það að setja, en svo eru aðrir sem að bara eiga ekki vel setta ættingja eða neitt sem í þeirri aðstöðu að kaupa íbúð og að leigja fyrir þá íbúð. Og þessum hópi þurfum við að sinna. Það svo stór hluti af því að geta átt sjálfstætt líf, að geta þróa sig sem sjálfstæður einstaklingur, að vera með sjálfstæða búsetu. Það langar engan að búa heima hjá mömmu sinni og pabba alla ævi, eða til 40 eða 30. Og það öðruvísi að búa heima hjá mömmu og pabba ef maður fatlaður heldur en ef maður ófatlaður. Og það bara mörgum ástæðum öðruvísi og það bæði gott
fyrir flesta fatlaða sem óskaðis allavega að flytja heiman og það líka gott fyrir foreldrana að fatlaðir hafi tækifæri til þess að flytja heiman og þeir geti komið í heimsókn til barnsins og þurfi ekki að vera einhvern veginn inn í öllu sem að barnið að gera. Og þá segi ég barni því þó að viðkomandi sé orðin 18 ára þá oft erfitt að klippa á strenginn og hætta að vera foreldri ungs fólks með fötlun. Þó að þau séu fullorðin að vera sjálfráða. Þannig ef við ætlum að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna þá þurfum við að breyta þessu. Við þurfum að breyta stuðningsþjónustunni, við þurfum að breyta þeim möguleikum sem að fatlað fólk hefur á að eignast húsnæði eða leigja sér húsnæði. Og eins og ég sé þetta þá þetta bara eitthvað sem við þurfum að fara í núna í vetur og við þurfum að vinna. Ég veit að á velferðarsviði verið að undirbúa hvernig hægt að breyta matsreglunum fyrir félagslegt húsnæði því að auðvitað ekki félagslegur vandi að vera fatlaður, það bara ákveðið, það einhver önnur ástæði sem fyrir því að þú þarft félagslegt húsnæði. En hvort að stuðningsþjónustan eða liðveislan eigi að vera bundin liður, ég held að við þurfum bara að skoða það með opnum huga, eins og hér hefur komið fram hjá öðrum borgarfulltrúum. Því ég held að við munum fyrst sjá það þegar við loksins tökum skrefið, að því eins og ég byrjaði að tala fyrir 60 árum þótti fólki eðlilegt að loka fatlað fólk inn á lokaðum stofnunum. Í dag erum við raunin að sætta okkur við það að fatlað fólk ekki fullir þáttakendur í þjóðfélaginu. Og eftir 60 ár þá mun okkur finnast það jafn skrítið og okkur finnst hitt. Ég alveg samfærið eins og okkur finnst hitt skrítið núna, þá mun okkur eftir 60 ár finnast furðulegt að við höfum ekki tryggt að allir geti tekið þátt í samfélaginu. Allir geti komið fram og tekið þátt á sínum forsendum. Og ég alveg samfærið að þegar við verðum búin að tryggja það og þegar samfélagið verður þannig, þá fyrst áttum við okkur á hvað það sem við erum að fara á mis við í dag og hvað það mikið af mannauð og hugviti og frábæri fólki sem ekki að fá að njóta sín í okkar samfélagi eins og það í dag. Takk. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu en Áslaug María Friðriksdóttir hefur beðið að veita ansvar fyrir ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, ég veit að þetta form heitir ansvar en þetta basically ekki neitt ansvar. Mér langar bara að þakka Heiðu fyrir mér að hún bara fara mjög vel yfir þetta og það nákvæmlega þetta. Þú veist þessar breytingar, þú veist oft sér maður ekki í hvaða samfélagi maður býr. Maður sér það ekki fyrir en einmitt breytingarnar hafa á sér stað að maður var samdauna þeim einhvern tíma. Og ég held að við séum nefnilega þar stödd. Hvað var það stuðningsþjónustuna? Við eigum bara að taka þetta skref. Og í fyrra var það metið af starfsfólki velferðarsviðs að kostnaðurinn við að mæta þörfum þeirra sem væru á biðlistanum núna, eða sem þá fyrir árið síðan, væri tæpar 300 milljónir. Það var þeirra mat þá. Nú veit ég, en ef það ennþá matið, þetta ekki óyfirstíganlegt, bara alls ekki. Þetta bara alls ekki óyfirstíganlegt. Það opnast gluggar núna bara með fækkun þeirra sem þurfa fjárhagsaðstoð að halda. Erum við með, þá sjáum við bara milli ára allt í 400 milljónir og jafnvel meira á ári sem við höfum með að við fyrra. Þú veist þannig að það eru til fjármunir, vonandi. Og mér finnst ég heyra að við erum með einhvern samhljóm en það eitthvað að flækjast samt fyrir okkur. Það eitthvað fyrirstaða, þannig að við þurfum þá að finna hver hún er. Annars þakka ég bara kærlega fyrir. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið fyrsta ansvari sínu og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að svara ansvari. Forseti, borgarfulltrúar. Ég man einmitt eftir því þegar borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lagði fram þessa tillögu í fyrra í velferðarráði með að þetta yrði bundin liður. Við tókum strax vel í þetta en við vorum svona ekki alveg viss og vildum vísa þessu inn í gerð fjárhagsáætlunar því auðvitað þetta fjárhagsleg ákvörðun líka. En ég veit ekki hvort við höfum nýtt tíma nógu vel síðan. Við höfum kannski ekki gert það og ég held bara lýsi mig allavega fullkomlega reiðubúna til þess að vinna þessu
í velferðarráði og ég veit að þar erum við öll sammála. Við erum mjög oft ósammála áhersluatriði í velferðarráði, eða kannski ekki mjög oft, en stundum erum við mjög ósammála. En í þessu atriði erum við sammála og ég held að það sé mjög mikilvægt og þarna stórt og mikið mannréttindamál að ræða. Þá næstur á mælendaskrá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir það að húsnæðismálin og í þessu tilviki húsnæðismál fatlaðs fólks séu settir á dagskrá. Þetta algjör lykilmálaflokkur sem við erum að vinna að hörðum höndum eins og hér hefur ágætlega komið fram í umræðunni. Það rétt að undirstrika og draga fram að félagsbústaðir hafa verið að undirbúa uppbyggingaráætlun bæði fyrir almennar félagslegar íbúðir og fyrir sérstök búsetuúrræði. Og það verið að para þar saman þá þörf sem að velferðarsviðið greinir fyrir fleiri íbúðir og uppbyggingaráformin. Það núna verið að byggja á einum stað í Þorláksgeislanum og langt komin undirbúningur á 2 stöðum í Austurbrún og Kambavaði og þetta þessi forgangsrými sem hafa verið mikið til umræðu, hafa tafist meðal annars vegna mótmæla nágranna sem auðvitað mál sem kemur hér inn á borð sem skipulagsmál og kom, en eftir því sem ég man best þá var nú býsna rík samstaða að standa við þessi áform og við getum líka búist til því að fá viðbrögð þegar verið að útvega fólki húsnæði í einstaka íbúðum hér og þar, vegna þess að nýja hugmyndafræðin ekki bara að vera með búsetukjarna, heldur líka utan kjarnaþjónustu, gjarna nálagt þessari búsetu, þannig að það sé hægt að þá nýta vakta starfsfólk og annað til þess að veita stuðning eins og þarf. En biðlistin mjög fjölbreyttur. Það alls ekki einsleitur hópur á biðlistunum og alls ekki allir sem að þurfa svona mikla þjónustu inn í sín búsetuúrræði og því hefur okkur fundið spennandi að vinna líka með bæði Brynju hússjóði og Þroskahjálp að því að byggja fyrir tiltekna hópa auk þess sem að félagsbústaðir verða að byggja og við erum að undirbúa frekari skref í þessu, til dæmis inn á Kirkjusandi, þar sem að borgin á lóðir tilbúna til úthlutunar og munum eiga á næstunni viðræði við þessa aðila nákvæma útfærslu þess. En við munum síðan stilla uppbyggingaráformin af miðað við matið á þörfinni í nóvember þegar uppfært mat fyrir sérstök búsetuúrræði liggur fyrir. Ég held að Reykjavík sé reyndar að hreyfa sig býsna mikið hraðar, bæði varðandi almennar félagslegar íbúðir en líka sérstök búsetuúrræði miðað við önnur sveitarfélög og mér þætti í raun fróðlegt bara fyrir umræðuna að við bærum okkur saman við þróunin og stöðun á Norðurlöndum. Vegna þess að fer alveg tvennum sögum af því og sumir fullur að við stöndum býsna framarlega í þeim samanburði en ég veit ekki nægilega mikið það til þess að ég treysti mig til að fullur en eitt það. Og auðvitað síðan stuðningur eins og hér hefur verið rætt inn á hvert heimil á forsendum hvers og eins hinn hlutin að þessu sem þarf að huga að og sinna í leiðinni því það ekki sjálfstætt markmið að við byggjum nýja íbúð fyrir hvern og einn einstakling sem þarf þak yfir höfuð og þjónustu. Þá þjónustu hægt að veita mjög víða. En það teiknar sér býsna áhugaverð mynd þegar maður horfir yfir þessi áform öll saman því að til 1994 held ég að ég muni það rétt að í Reykjavík hafi átt rúmlega 800 íbúðir sem voru almenna félagslega leiguíbúðir, í raun engin búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Síðan hafa bæst við 1000 íbúðir á þeim tíma sem að liðnar eru og þannig að við höfum kannski 100 árum byggt upp tæplega 2000 en núna erum við með áform 500 til 600 nýjar almenna félagslega leiguíbúðir þannig að við erum að bæta verulega við og síðan keyptum við yfirflutningu á málaflokki fatlaðs fólks býsna margar íbúðir af ríkinu sem ríkið hafði haldið á en auðvitað það síðan sjálfseignarstofnanir og stór og öflug félög eins og Brynja hússjóður, eins og SEM og aðrir sem að gegna mikilvægu hlutverki í búsetuúrræðum bæði öryrkja og fatlaðs fólks og
Ég held þess vegna lykillinn að því að stíga næstu skref bæði að byggja meira sjálf og vera í eins góðu samstarfi og hægt Húsnæðismálin og verða í forgangi á þessum meirihluta og alls ekki síst hjá þessum hópi. En varðandi það sem hér var talað bundna liðið, ekki bundna liðið, þá sú skipting í raun, það með svona glitta í ákveðin misskilning á því að bundin liður þýði forgangsverkefni. Bundin liður liður sem að stjórnandi sem ræðst af ytri aðstæðum sem að stjórnandi hefur ekkert vald yfir. Eins og til dæmis fjárhagsaðstoð eða fjöldi leigjandi að húsnæðismarkaði húsaleigubætur. Það eru bundin liðir. Grunnskólinn ekki bundin liður. Þó það sé sannarlega lagaskylda að allir grunnskólannemar komist í grunnskóla. En það ekki bundin liður. Og það þess vegna ekkert samansammerki milli niðurskurðar og óbundins liða. Bundin liður einfaldlega nafn sem við höfum gefið liðum sem að ekki hægt að ætlast til þess að stjórnandi beri ábyrgð á, eigi að fá bætt, en þá líka hverfur það á ramma ef að viðkomandi liður lækkar. Eins og til dæmis núna fjárhagsaðstofan eða húsaleigubæturnar. Það þegar þeir liðir hækka þá fær velferðarsviðið það bætt sjálfkrafa í ramma, en þegar þeir liðir lækka þá hverfur það líka sjálfkrafa úr ramma. Þannig að það eru gríðarlega mörg mikilvæg og ómissandi verkefni hjá borginni sem ekki bundin liður. Það almenna reglan að liðir séu óbundnir. Það bara í algjörum undantekningartilvikum þar sem að ytri aðstæður sveifla þeim ýmist upp eða niður, að sviðin geta í raun ekki stýrt ferð sem við köllum þetta bundna liður. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir, María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúi. Mér langar bara rétt einmitt vegna þess að, þú veist, þegar maður talar bundin lið, þá það að vissuleyti gæti misskilnings. Þess vegna, eins og ég sagði fyrr í ræðum mínum, þá höfum við lagt fram allskyns útgáfur á þessari tillögu fyrir velferðarsvið og meðal annars hætt að kalla þetta bundin lið, en talað að það verði samþykkt sú meginregla að meðhöndla stuðningsþjónustuna á sama hátt og lögbundna þjónustu sem íbúar eiga skýlausan rétt á. Þannig að það eiginlega það sem við meinum og það má alveg henda hugtakinu bundin liður út úr umræðinni okkar vegna. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Ilmur Kristjánsdóttir hefur beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara aðeins að koma inn á þetta með það alveg rétt með bundnu liðina. Þetta svolítið að því að við höfum verið að forgangsraða þessari þjónustu. Við settum auka fjármagn í fyrra til þess einmitt að forgangsraða þessari þjónustu. Það hins vegar fjármagn nýttist ekki að fullu af því að það manneklu vandamál inn í þessu sem má ekki gleymast, og hvort sem að vera bundin liður ekki, þá stöndum við samt uppi með það vandamál. Það kannski eitthvað sem við þurfum að díla við. Eða kljást við á góðri íslensku. En já, að því að við bókuðum þetta 30. júní í fyrra. Við velferðarráð samþykkir það markmið að stoðþjónusta verði meðhöndluð á sama hátt og lögbundin þjónusta. Fólk verði ekki sett á biðeftirni, heldur verði það sjálfsagt að mæta þeim þörfum sem skapast á ári hverju í því skyni. Verði unnin innleiðingaráætlun hvernig borgin getur orðið bakkjarlastuðningir við eigin sviða fyrirtæki í borginum að finna störf og virkni við alla hæfi. Og þetta var svona önnur tillaga sem tengdist atvinnu og virkni úrræði fyrir þennan hóp. Takk. Þá hefur Ilmur Kristjánsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, mér langar bara gera eina stutta athugasemd eða svona staldra við
að ég veit ekki hvort ég var að skynja það rétt, en þú veist, það er alveg rétt að, þú veist, eins og við höfum meðhandla liði, þá væri það sem svo að fjárhagsaðstofan til dæmis núna væri að fara út úr ramma velferðarsviðs vegna þess að það er ekki lengur þörf á því að vera, það er ekki lengur jafn mikið atvinnuleysi og ekki jafn miklir erfiðleikar hjá fólki. Þá er hins vegar svo ofboðslega mikil þörf á því fé inn í ramma velferðarsviðs og mér langar bara að ítreka það hér, að þetta fé verður að vera áfram. Við þurfum á því að halda. Það er of mikil þörf til þess að skera niður eins og mér sýnist svona stemt á. Þá er andsvörum lokið og einnig þessari umræðu og við vindum okkur í 3. lið á dagskrá sem er umræðu borgarlínuna og fyrstu tekur til máls borgarstjóri.